Þú ert líka landbúnaðarráðherra, Jón, og ég var að skoða heimasíðuna í gær. Þar varst að tala úrskurð sem að Samkeppniseftirlitið felldi varðandi ólöglegt verðsamráð bændasamtakanna. Og þú sagðir, og þetta var reyndar áður þú varst landbúnaðarráðherra, sagðir að einhver fáránleg lög og áherslur samkeppnislaga sem í engum takti við hagsmuni þjóðarinnar eða íslenskan raunveruleika. Ertu ennþá sammála því að þessi úrskurður og að samkeppnislög séu í engum takti við hagsmuni þjóðarinnar eða íslenskan raunveruleika? Já, ég fullkomlega á þeirri skoðun en. Sko, samkeppnislög og samkeppniseftirlit í sjálfu sér á sitt hlutverk og mikilvægt. En ég minni á að þessi samkeppnislög og samkeppniseftirlit sem við nú búum við að stóran hluta byggt upp á þessum þenslu tímum og taka mark sitt af því 2005, 2006, 2007, 2008. Núna ríður okkur á einmitt að standa vörð til dæmis innlenda framleiðslu. En finnst þér að samkeppnislög eigi ekki að eiga við íslenska landbúnað? Mér finnst að samkeppnislög eigi að eiga við þar sem passa, en hagsmuni þjóðarinnar og hagsmuni sem að núna eiga að vera hafnir upp yfir einhverjar slíkar lagasetningar sem að tilheyra fyrri árum. Þessi úrskurður snerist það að bændur mættu ekki hittast og ákveða verð á vörum sem væri frjáls álagning. Við erum að tala kjúkling og svínakjöt. Þetta eru stórir iðnframleiðendur að stærstum hluta. Kjúklingakjöt og svínakjöt eru alveg jafn mikilvæga neysluvörur eins og aðrar vörur. En er það ekki fyrst og fremst að vera hagsmuni neytenda sem ráða því hvernig verðlagning er háttað og hún sé ekki gerð á samráði og stórum fundum? Jó, og líka, þetta var nú ansi skondin þetta mál og virtist nú eins og segir að bændur væri bannað að tala saman á búnaðarþingi. Þeir voru þeim að bannað að semja saman verð á vörum sem frjáls álagning. Ertu ósammála því? Mér finnst að í ljósi núverandi aðstæðna, eins og núna að þá eigi að endurskoða samkeppnislög. Þau eiga fyrst og fremst að spegla núverandi raunveruleika og hvar hagsmunir þjóðarinnar eru núna í. Það gjörbreyttur tími frá því sem var 2005, 2006, 2007. Hvernig viltu láta endurskoða? Viltu til dæmis að mönnum verði leyft að hafa verðsamráð til dæmis? Þetta snerist málið. Þetta var nákvæmlega sama lagagrein sem var þarna verið að vitni í vegna verðsamráðs bændasamtakanna og var grundvöllurinn á því að ná olíusamráðsmálinu í gegn. Tökum þetta annað dæmi. Finnst okkur ekki eðlilegt að bankarnir núna komi með sambærilegar og samræmdar reglur gagnvart fjárhagsvanda heimilina? Jú. Þetta að sé samkvæmt samkeppnislögum að þeir hafi það samráð? Við erum að taka á þeim málum núna eins og raunveruleikinn Og ef það nauðsynlegt, ef það eru hagsmunir þjóðarinnar sem felast í samráði og félagshyggju og samhjálp, þá það hafa... Finnst þér að vera félagshyggju og samhjálp að kjúklingabændur hittist og ákveði verðið til neytenda? Mér finnst það vera að gera það á félagslegum grunni að við tryggjum hér fæðu framboð á sem bestu verðum.